Góðan og blessaðan daginn og gleðilega jólahátíð. 24. desember 2024. Ég sjá hérna stól við hliðina á mér, það ætlaði einhver að setjast í hann á eftir, sjáum til hvort hann komi. Maður veit aldrei, hann heitir ykkur Staur, menn ekki alveg hvað hann kallaði sig. Ég kom inn, þeir kufist vera komnir til byggða og búnir að vera aðeins sér í bænum í nokkra daga. Ég setti nú ekki skóinn í gluggann í ár, ég gerði það í fyrra, það kom nú ekkert í hann. Það var nú hiss á því. En þegar ég var með minni skó og barnastærðarskóm, þá kom fyrir að það gerðist eitthvað. Ég man einu sinni fékk ég heila kóklösku. Litla kók eins og það hét þá. Þessi hefur ýmislegt að segja það. Og kók var selt þá í glerflöskum. Þú kannski, þú manst náttúrulega ekkert eftir því að fyrir eftir í á hvað aldru þú vart. En ég fékk litla kóklösku, það var nú aldrei svengur maður. Og þá ætlaði ég nú aldeilis að grípa gæsina, finnst hún gafst þennan dag og var alveg samferður það að sá hvítskeggjaði jólasveinn hefði viljað gefa miklu meira. Svo segjum ekki meira. Þannig að ég legg nú saman 2 og 2 og fæ út 5 eða 7, ég man ekki hvort það var. Og fer niður í kjallara þar sem að faðir minn blessaður geymdi klóstífilinn sín. Það var sjómaður. Það var nú vanlega briti en átti klóstífil, hann var ekkert hann handfærum og þá held ég að allir hafi staðið á dekki og hann átti klóstífil síðan þá. Ég fer upp á kveldi, þegar komið kveld, sæki klóstífil hans pappa og seta út í gluggann. Ég er ekki að djóka, ég gerði þetta. Og daginn eftir maður þá vaknaði ég alveg svolítið spenntur og fallegur og viti menn, það var ekkert í skónum. Mér minni að ég kvartaði með mig hvernig þetta væri eiginlega með alveg jólasveinn, mann gefur mér ekkert skóinn. Það er voðalega gaman. Hún sagði bara, æja væni minn, það er vasslæn, svo ekki söguna meira. En svo fór ég að hugsa þetta seinna. Að ég læriði að vera ekki að sýna neina græðgi. Þetta var náttúrulega bara angi af græðgi. Þannig það má læra af öllu. En þetta var þetta bara krakki sem var að gera þetta og krakkar gera alls konar því að krakkar hugsi ekki alltaf alveg rökrétt. Og það veit ég að þú þekkir úr þinni eigin æsku. En það er jól í dag, aðfangadag er jól í dag og þar sem við erum. Ég átti nú ekki von á að mér verði boðið neitt, en þó veit maður aldrei, það kemur nú fyrir að einhver hringi og bjóði og þá reikna ég með að ég mæti, en hringingin er ekki enn komin, þannig að ég veit ekki. Og hann sem sagt er mættur með rauðklæddur og hvítskeggjaður. Það sé eina eftir, þekkjum hann. Jú, það er eina. Þetta er jólasveinninn. Það kunne vera til fleiri jólasveinar heldur en jólasveinar. Það er ýmsir kallaðir nafninu jólasveinn. Ég veit ekki hvort að það er upphefð, en allavega er þetta stundum gert. En það er sem sagt aðfangadagur í dag. Og þessi veit hvað er aðfangadagur. Hann kannski segir eitthvað af því á eftir. Og ég veit svo sem alveg líka hvað er aðfangadagur og því ég hef lifað 71 aðfangadag síðan ég fæddist. Það er slatti af aðfangadögum og stundum fékk maður jólagjöf. Og jólagjafirnar hafa svolítið fyllt manni eiginlega bara síðan. Maður hefur alltaf ekki reglulega, en maður fær
svona einstaka sinnum öðru hvoru pakka. Og það er auðvitað gaman. Maður gerir ekki ráð fyrir því svo sem, en gleðst óskaplega þegar það gerist. En þannig var þetta ekki þegar ég var yngri. Með notaði minni skó sem ég gat sett í gluggann og það var virt viðlits. Það þýðir ekkert fyrir mig að gera þetta í dag, ég er búinn að reyna það. Þannig þú skalt ekki prófa það. Þetta var bara hefð. Við systkini, við gerðum þetta. Og það voru stundum nokkur skór í glugganum, við vorum mörg. Og alltaf held ég kom. Nema ef maður var eitthvað óþægur kvöldið, þá gat verið að það yrði ekkert úr því. Þannig að þið krakkar skulu vera þæg og stillt, sem ég veit að þið eru alltaf. En við hérna í eina tíð vorum ekki alltaf, en svona yfirleitt vorum við þannig. Og það var, svo kom aðfangadagur, það var aðfangadag virkið sem að maður tekur upp pakkan, já það var aðfangadag. Og það var alveg hefð fyrir því, ég man rétt, já það var hefð fyrir því, að móðir mín blessunin, hún las upp pakkana. Til, frá. Til, frá. Ég man ekki hvort hún fleygði pakkanum bara í fólkið eða hvort menn stóðu upp og sóttu þá. Til að hafa aðeins fyrir þessu. Og svo var úthlutað. Hver fekk sína pakka. Svo byrjaði skrjáfið. Þú veist hvað það merkir. Það var verið að taka utan af pakkanum. Og stundum, hvað þetta var, ég man þetta einhvern tíma fengu við vopn. Leikongavopn. Svo hófst alveg hrikalegur bardagi inni. Bang, 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 klarnettur. Mikið fjör. Og mikið gaman. Svona gerist það sem börn eru. Þau nefnilega kunna að leika sér. Þau kunna listina að vera frjáls í sínum leikjum. Sem við fullorðna fólkið erum búin að gleyma. Við erum svolítið inn í okkur. Heldur stiltur að strákur. Þetta höfum við okkur ekki eins og börn í dag. Og sumir eru reyndar bara svolítið feimnir við að gera eitt eða neitt óvenjulegt. En aðrir eru aðeins kaldari og leyfa sér. Ég vil nú ekki segja að verða aftur börn, það finnst mér nú kjánalegt ef menn að gera það. En leyfa sér frelsi svolítið í hreyfingum. Fara að segja þeir sem geta enn hreyft sig. Það er allur gangur á því hvernig það allt saman lítur út. En ef þú ert með skóstarð 46 og í Guðanabænum, ekki vera að láta út í gluggann. Það kemur ekkert í það. Það er engin árangur. En skóstarð númer 25 eða hvað þetta var, það er ok. Það getur alveg verið að það gangi. Og þannig er einn, og ég gleymdi honum alveg. Og hann tekur nú við og verður þangað til við tökum einhverja smá pósum. Og hann er jafn gamall hinum og býr á sama stað. Ég sýnist að vera alveg í sömu fötum og hinn. Jólasveinn, ertu sammála því? Hó, segir hann. Hó. Það lætur ekki plata sig þessi. En það er sem sagt aðfangadagur. Það er búið að vera svona hefðbundin aðdragandi að honum. Gott að
hafa þetta bara svipað, sumt má alveg vera svipað og hefur alltaf verið. Það þarf ekki að brydda upp á nýju á hverjum degi og hverju ári. Og hefðirnar eru ekkert endilega alls slæmar. En þó er það ekki gott að menn get ekki hliðra til. Það er ekki gott. Þannig að við erum fólki sem getum og svo sem pröfum, skóstærðir ýmsar í glugga og við vitum að skór yfir ákveðinni stærðir er ekki tekning gildir. Hann kannski svarar því, spurði hann, af hverju þetta sé. Hann bara glottir við tönn. Og maður svo sem jólasveinar eru til að glotta við tönn svona við og við og gera það líka á jólum. En þeir fara greiðin eftir jólun, eftir 13. á skunda þetta í Hjörla og hýrast þar til næstu jóla. Þannig að þetta er ekkert líf að vera jólasveinn. Það er kannski skemmtilegt. Það er kannski áhugavert. Kannski finnst einhverju það. Ég er nú ekki þeim megin. Þetta er bara sjóara kall einu sinni og að verðist alltaf sjóara kall. Hún er í hjarta mínu. Ég man eftir nokkru jólum, ég man ekki eftir neinu jólum, en ég var nokkur jól. Ég hef ofta reynd að rifja upp hvernig jólin vorum á sjónum, en ég man ekki eftir þetta. Þetta var náttúrulega bara, ég ekki nema því leit til, ég man eftir því að það var híft eitthvað 4-leytið og allt skverað upp til að öruggt væri að þetta ekki væri hreint. Klukkan 6 þegar borðað var. Og ég man að það voru miklar veislur borð í þessu skipum. Virkilega miklar veislur. En við tökum okkur smá hlé núna og svo komum við að Vörmuspori. Verið sæl á meðan. Hvað er stjórnandi farinn? Hann sagði mér að koma. Já, ég tafðist. Það var aðeins svo mikið að gera í skódeildinni en ég átti von á. En ég ætlaði nú alltaf að hitta kallinn. Ég kannski ekki ári liðinu að hitta hann þá. Það var nokkuð vit sem var allir upp á honum að þetta skiptið. Í hverju er vit? Við jólasveinarnir, við vitum alveg hvað vit er og kunnum svo sem ágætlega á vitið. Ástæðan fyrir því ég gæti ekki verið með honum að náðan. Pókinn, þegar ég fór að stað með hann, var hann alveg troðinn maður. Þetta er bara skjöttungur í honum í dag. Og svo var einhver vindkviða sem kom og hún aðeins breytti áætlun. Setti mér svolítið út af laginu. Skeggið fauk fyrir andlitið á mér og ég gekk staur. Sá ekki neitt. Og þá fóru þarna einhverju krakkar að hlæja. Og ég sagði, hvað er svona fyndið? Og þá hlóguðu bara ennþá meira. Jólasveinarnir eru svo skemmtilegt fólk. En það var leitt að hitta henni ekki stjórnandann. En það er ekki allt kosið. Og stundum verðum að bara gera svo vel. Að takast á þetta með öðrum hætti. Öðrum hætti. En ég get ennþá sagt, ho, 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 ho. Með reisn.
En ég má ekki vera að þessu lengur, ég þarf að sinna ýmsum verkum. Það er að tæma pokann. Það er bannað að koma tilbaka með eitthvað í pokanum. Þannig að ég verð að gera svo vel að ganga þess meira. Jæja, krakkar. Við erum komin aftur. Og eitthvað við fara að gera dag líka eins og áðan. Bara til að aðtóa hvort það virki allt. Hann skrapp í burtu, gaurinn. Hvað heitir hann? Gilja? Nei, Stekkja var það ekki. Ég man það ekki. Það sagðist kannski koma á eftir. Það sagðist bara alltaf sjá til og það er allt í lagi. Það var nú frekar fámáll og það er líka allt í lagi. Það má ekki trufla ræðumann, þú veist það. Og jólasveinar eru sem sjá mjög kurteist fólk. Fólk, er þetta fólk? Ég veit það ekki. Segjum það bara að þetta sé fólk. En þeir tilheyra okkur, mönnum, á mjög sérstakan hátt. Þeir hafa áhrif, þeir eldast ekki neitt. Og okkur finnst það nú ekkert slæmt þegar við eldustum og breytistum úr börnum og verðum fullorðið fólk. En sem eru börn alla sína ævi. Það er annað mál. Heyrðu, hann er að koma aftur maður. Ég held að hann er farinn. Sestu. Þegiðu eða segðu eitthvað. Þú ræður þessu alveg sjálfur. En það er sem sagt jólendóm, aðfangadagur. Og allt svoleiðis komið í gang sem að fer í gang á jólum og búið það sem á að klára fyrir jól og það er svona þetta gamla góða bara. Og þú á þínum stað og ég á mínum. Kannski ertu með hópa börnum í kringu þig. Og kannski ertu á þeim aldrei að þú kom með hópa barnabörnum í kringu þig, hvað veit ég. Og þau greyin eru bara sömu sig, hrífast af líklega því sem að við sem börn hrifustum af. En eru kannski svolítið, höfum svolítið elst af kannski, maður allt í lagi. Lífið bara heldur sína stefnu hjá hverjum og einum og aðalatriðið er að gera þetta bara rétt. Fullorðinsárin gefa það nú í arf. Allavega auka líkurnar á að ýmislegt sé nú gert rétt. En vitleysan er nú samt nóg. En jólin eru svona ákveðin sjarmur yfir þeim. Ég get ekki neitað því og það er ákveðin stemming sem kemur yfir mann og annan og borg og bæ og sveit og er ekki til siðs að gefa skepnunum eitthvað aukabita á jólum eða það er kannski hætt, ég veit það ekki. En það var hérna í eina tíð allavega tíma verið eitthvað að því. Kannski er það hefð sem er löngu að baki. Ég held að skepnurnar séu nú ekki mikið að velta því fyrir sér. En við kannski gerum þetta til þess að gleðja okkur sjálf. Þá var þetta besta mál. En pakkarnir sem sagt, það er ekki kannski alveg farið að taka þá upp ennþá. Ég veit ekki hvenær menn taka þá eða hvort þeir eru undir tré, veit ég ekki. Það var aldrei heima, það var alltaf jólatré heima. En pakkarnir voru nú bara þeir höfðu nú einhvern sinn stað en það var ekkert endur jólatré eins og ég muni. Nei, ég held örugglega ekki, en sumir hafa þann séð að vera með þetta þar og sjálfur finnst manni það nú prýði staður til þess að geyma svona dót á. En ég man eftir vænni stæðu af pökkum, man það, oft á tíðum. Alls konar gjöfum. Vöndum gjöfum og svo óvöndum gjöfum og heimatilbúnum gjöfum og
svo framvegis og svo framvegis. Við krakkarnir vorum að senda hvorum öðrum jólakveðju. Það var svona póstkassi heima og skókassa sem að klæddur var í jólabúning einhvern og klippti á hann gat fyrir bréf og öll jólakort fóru í þetta bréf í kassan og við sem stendum hvorum öðrum innandyra, við bjögguðum vanlega til sjálf. Klipptum pappír, brutum hann saman þannig að hún var svona bók. Svo teiknuðum við eitthvað á þetta og lituðum eitthvað og gerðum eitthvað. Svona eins og börn gera. Þannig að það var ýmislegt sýsla. Það var oft mikil starfsemi í gangi hjá okkur. Ég held að það hafi verið alls staðar þannig í kring það sem ég þekkti til að það hafi verið svipað. Og alls konar lagt á sig til þess að gera þetta að þá jólum. Og þau komu og koma alltaf. En kannski misjafnt hvernig menn taka þau. Ef þú ert ekkert að undirbúa jólin og ekkert að hafa fyrir þeim, þá koma engin jól til þín. Það þarf að gera ýmislegt sjálfur og þetta voru við manni krakkarnir að gera. Við gerðum þau sjálf með því að gera það sem við vorum að gera. Við skulum ekki gera lítið úr því sem að við gerum til þess að undirbúa eitthvað skemmtilegt framundan. Og þarna er komin aftur. Þessi var að náða hann líka. Og hann er ágætur, eða ekki? Já, hann er ágætur. Og hann er inn í einum aðfangadeginum. Númer hvað er hann hjá þér? Já, 71, alveg svo honum. Já, þetta er sami maður. Skil ég, ok, fyrir ekki þið. Já, maður eldist, réttir það. Hann heldur í sumt. Ég er einna svoleiðis gæjum. Mér finnst ekki athugavert við það þó að maður haldi í sumt. En maður er ekkert barn lengur. Maður upplifir þetta ekkert eins og barn. Þetta fullorðið maður. En lifir, ég geri það, já, ef mér er boðið í mat, þá er bara almennilegt að éta. Ég nenni ekki að elda neitt sjálfur, nema bara það sem nauðsynlegt er. Og það er líka allt í lagi því að maður náttúrulega bara gerir þetta eins og maður vill. Og maður saknar einskis, maður er bara sáttur og sæll. Það er það sem er að gerast akkurat núna og er ekki bara fínt. Ég lít svo á. Það er ekki bara mjög fínt. En það hefur verið ánægilegt að gera þessa þætti, númi hvað er hann? Hvað er 10-12 eitthvað svolítið. Þannig að þetta þarf að halda áfram, krakkar. Þegar maður byrjar á einhverjum, þá látum það halda áfram. Og gefum inn í þetta bara eins og andinn blæs í brjóst á hverju tíma. Hann er með í þessu og gefur af sér inn í þetta verkefni. Og ég veit það af Drottinn sem að svona ýtti mér út í þetta. Ég var ekkert á leiðinni til að gera eitt eða neitt, reyndar. En hann hefur ýtt mér út í alls konar. Og einnig gefur manni útheld, þannig að maður heldur bara áfram við þetta. Ég var eitthvað að pæla í því síðast, að bara láta þetta vera lokin á þessu. En svo fór nú að þrýstast á mig að gera þetta áfram og hér er ég og þú. Ég er að útbúa efni og þú ert að heyra og hlusta og horfa. Hvort að þessi verður með okkur næstu jól, það veit ég ekki. Er það, verður með okkur? Kemur í ljós. Það er að segja að maður verður þetta næstu jól. Það veit enginn hvenær dag að ævi sínir öll. Og ég reikni alveg 100% með því að svo verði.
að þá veit enginn ævina öll er. Það er ánægilegt að deila þessu með ykkur og aðeins að impra á jólum og maður náttúrulega tekur parta úr sínni ævi og jólum og deilir þeim því að manns reynsla, hún er nú engin lygi eða hún er jafn mikið lygi og allt annað. Ég er ekki sammála því. Og jólin eru ákveðin vendipunktur. Ég veit ekki hvort að menn eru ennþá kvíðnir jólum. Ég man alltaf eftir því hvað ég var undrandi á því þegar ég heyrði það var löngu seinna og er fullorðinn maður að það væri fólk til sem að kvíddi jólunum og ég heyrði þetta sjálfur í mín eyru að það væri og ég man alltaf eftir því að maður rak bara upp stóru augu, kvíða jólunum. Þegar ég nú var sá maður að ég hlakkaði alltaf til jólunum. Af hverju kveið fólk í jólunum? Því að fólk er ekkert alltaf neitt sérstaklega gott hvort við annað, þess vegna kvíður því í jólunum. Manneskja sem kvíður jólum, þetta er stærsti dagur ársins, að hún hefur lent í einhverju. Og sem tengir hana við jólin og það gerir hana bara kvíðna og jafnvel hrædda. Þetta er nefnilega út af því að það hefur svo margt færst úr lagi hjá okkur og það er miður. En þetta er vegna þess að það er ekki allir sem taka Jesú Kristi inn í sitt líf en hann tengist nú jólunum beint. En þó ekki nema hjá einstaka, en hjá einstaka tengist hann beint. Þannig við megum aldrei gleyma þeim sem þó eru þarna. Þannig að við verðum að muna eftir sumu. Og það fyrir nú að líða að lokum hjá okkur og þá er bara að kveðja og segja takk fyrir sig og enn og aftur gleðileg jól. Hann er farinn. Ég sá hann ekki fara. Ég er svo upptekinn í verkefni. En við stoppum hér og við sjáumst væntanlega ári liðnu. Verið þið sæl.